Hjalteyri við Eyjafjörð var á árum áður ein af mikilvægustu uppsprettum verðmætasköpunar fyrir land og þjóð. Kveld-Úlfur reisti á mettíma stóra síldarverksmiðju á millistríðsárum síðustu aldar sem á þeim tíma taldist vera stærsta síldarverksmiðjan í Evrópu. Verksmiðjan var starfrækt til ársins 1966 þegar síldin hvarf. Síðustu árin hafa verksmiðjuhúsin gegnt ýmsum hlutverkum en nú að hefjast vinna við að skipuleggja sýningarhald þarna. Þá vinnu leiðir hönnunarfyrirtækið Gagarin sem sett hefur upp nokkrar stóra sýningar hér á landi. Við á N4 fylgdust með þegar fyrsti fundurinn var haldinn á Hjalteyri og yfirskrift verkefnisins Hulinn heimur hafsins. Þannig að það mjög margt í gangi nú þegar og okkar verkefni að reyna að stuðla því að þetta geti haldið áfram og orðið ennþá meira í gangi í kringum þetta, bara orðið sterkara og meiri uppbygging í kringum þessa starfsemi. Yfirskrift verkefnisins Hulinn heimur hafsins, þannig að þið ætlið að ganga út frá því að þetta verði svona hafnsækin starfsemi eða hvað? Já, raunverulega, Hulinn heimur hafsins, okkur fannst að passa mjög vel við staðinn. Það náttúrulega ákveðin svona dulúð sem fylgir staðnum og svo erum við með Erlend hérna sem verndari strítana og sem náttúrulega alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri. Þannig okkur fannst þetta tilvalið að ganga út frá þessu hérna á þessum stað. Hulinn heimur hafsins eitt og svo líka fólkið í kring og hvernig hafið hefur haft áhrif á menninguna hérna á svæðinu. Já, þetta svona bæði allt í undirdjúpunum og mannlífið og Heimir líka búin að vera að skoða Látrabjörgu sögu hennar, þannig að við vorum svona í kringum ýmsar sögur, þá hafið tengir allt saman greinilega. En ykkar hugmyndir sem fram eru komnar, hversu stórar eru þær? Þetta nú allt á byrjunarstigi hjá okkur og það sem við erum að gera í dag að við ætlum að halda workshop hérna í verksmiðjunum með fólki af svæðinu og ætlum að reyna að fá fram hugmyndir hvað sé hægt að gera. Það verður hugarflugsfundur hjá okkur eftir og stefnan að fá eitthvað út úr því, einhverjar hugmyndir. En Gagarin, þið eru sérfræðingar í að búa til sýndarveruleika og svo framvegis. Já, við erum náttúrulega búin til sýningar og sem að fjalla ýmis viðfangsefni, bæði vísindaleg og söguleg, segjum sögur í rýmum á stöðum, þannig við köllum okkur nú sögufólk. Já, eða upplifunar hönnuðir og það kallast oft upplifunarsýningar því við leggjum áherslu á að upplifunin sé mjög rík og þetta mikil fræðsla en leið mjög mikil upplifun. Þá svona markmiðið að hérna í framtíðinni að hérna verði ansi svona sterkur segull fyrir fólk til þess að koma? Já, það var náttúrulega frábært að við getum eitthvað búið til eitthvað sem að trekkir að fólk og kannski sérstaklega að koma hingað og gera hluti. Já. Það kannski það sem að þetta gengur mjög mikið út á. Það þetta sé samstarf og að við séum að búa til eitthvað sem að gera það að verkum að fleiri geta komið að starfsemi hérna og sú starfsemi sem hérna geti orðið varanlegri og haft svona betri framtíðarmöguleika. En svona ykkar fyrstu hugmyndir, hvaða viðtökur hafið þið fengið? Bara góðar viðtökur. En við erum svo sem ekki búin að kynna neitt svona formlega neitt sérstaklega. Jú, við erum búin að kynna verkefnið og ég held að við höfum bara fengið mjög góðar viðtökur. Stríturnar hérna í Eyjafirði, þær eru þekktar, þið sjálfsagt gleymið þeim ekki? Nei, það aðalatriðið, aðalgerðsumönnum hérna og mjög óþekkt í rauninni líka, þannig að það myndi mjög líklega vera eitt af atriðum í okkar sýningu ef við komum með sérstaklega sýningu hingað. En sjáu þið fyrir ykkur að hérna gæti orðið stórt og myndalegt safn þar sem að sýndarveruleikinn tekur mikla athygli? Ekkert endilega, við erum ekkert að boða neitt sýndarveruleika endilega. Leið að við komum hingað þá tókum við strax
bara eiginlega allir í okkar teymi, bara eftir hvernig bara staðar andinn og þannig við leggjum mikla áherslu á að vera í þessari uppbyggingu, að þessi verið að hlúa að staðar andanum, að þessi verið að gera þetta í samstarfi við fólki á svæðinu. Já, og þessi galdrar sem eru hérna í þessu að því að þetta svona búið að fá að veðrast. Upplifunin að koma hérna er svo mögnuð að hún má náttúrulega aldrei hverfa. Þetta að þú farir á svona yfirgefna verksmiðju er mögnuð tilfinning og við viljum ekki eyðileggja þá tilfinningu. Við viljum frekar að styrkja það. Manni skilst svona að ferðamenn þeir sækja mjög svona til hafs eða niður í fjöru. Já, það náttúrulega er svo stór partur af okkur, hafið. Þannig að stórt aðdráttarafl. Við tölum nú ekki hérna þar sem við erum bara með hvali hérna rétt hjá og því líka fegurð. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að það dragi að. Þannig að þetta er spennandi verkefni, ég heyri það á okkur. Já, við erum mjög spennt. Já, ég vil bæta við líka með samstarf við háskólan jafnvel og sjávarútvegsfræðina hjá Háskóla Akureyrar. Það er áhugi fyrir því, þannig að þetta getur allt hangið saman. Þessi upplifunarsýning, köfunarmiðstöðin og rannsóknir, nýsköpun með þurrkaðan fisk og svo náttúrulega listasmiðjur og listasýningar. Hvenær má búast við að ykkar tillögur verði fullmótaðar? Við eigum að kynna okkar fyrstu hugmyndir í haust og það verða tillögur að sýningu og þá líka verðum við búin að móta einhverja hugmyndir hvers konar samstarf gæti átt sér stað hérna og svona hvers konar módeli það gæti byggt. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil?